Sem stjórnandi þá legg ég áherslu á að hlusta á það sem fólk hefur fram að færa og reyna að skoða málin frá sem flestum hliðum. Þegar ég er búin að því að þá á ég tiltölulega auðvelt með að taka ákvörðun. Ég er náttúrulega búin að vera stjórnandi í einhver 30 ár. Það borið gæði til að vinna með afskaplega hæfu og góðu fólki og svo auðvitað skiptir miklu máli í annarsömu starfi að ég hef verið á því lána fagna að vera mjög heilsuhraust og vinnusöm. Það hafa auðvitað orðið gífurlega breytingar á þessum 30 árum. Rekstur er held ég orðið miklu faglegri heldur en hann var í gamla daga og síðan auðvitað er stærsta breytingin svo að það hafa orðið gífurlega tækniframfarir. Þegar ég byrjaði að vinna hjá Pharmaco 1980 þá voru náttúrulega ekki til neinar tölvur í fyrirtækjum. Ég hef náð að þróast mjög mikið í starfi og þótt ég sé búin að vera hjá sama fyrirtækinu og þannig að ekki skipta vinnu í meira en 30 ár að þá er ég auðvitað ekki að gera neitt í dag sem ég gerði fyrir 30 árum. Það má kannski segja að ég hef alltaf haft það motto að maður geti gert allt sem maður vill gera. Og ég hef þar af leiðandi alltaf reynt að beita mér fyrir því sem ég trúi að sé rétt leið fyrir fyrirtækið að fara og kannski þess vegna valdist ég tiltölulega fljótt til stjórnunarstarfa þannig að ég hef verið í stjórnunarstöðu og haft möguleika á að hafa áhrif á stefnu fyrirtækisins í mjög langan tíma. Ég hafði að vísu þegar ég var í námi mestan áhuga á að vinna á rannsóknastofu, fékk ekki þá vinnu og fékk kannski fyrir tilviljun vinnu í lyfjaiðnaðinum. Þaðan hef ég bara ekki átt afturkvæmt. Og ég hef ekki haft áhuga á að skipta yfir í aðra geira því þetta er auðvitað iðnaður sem er í mjög mikilli og hraðri þróun. Svo skiptir það auðvitað mjög miklu máli að okkur hefur tekist að hafa mjög góðan anda í fyrirtækinu. Það er gaman að vinna hjá Actavis. Þetta er mjög svona karllægur iðnaður og ekki mjög mikið af konum sem að hafa náð langt þó að sé þetta aðeins að batna og sé mun betra hjá Actavis en flestum öðrum fyrirtækjum. Það er auðvitað Vigdís Finnbogadóttir sem að maður hefur alla tíð litið upp til og borið ómælda virðingu fyrir. Þetta er alveg stórkostleg kona og held ég besta fyrirmynd sem íslenskar konur hafa nokkurn tímann eignast.